Jæja, gott kvöld góðir áhörendur og verið velkomin við skjáinn. Hér að hefjast leikur nr. 2 í 8 úrslitum í baráttunni Íslandsmeistaratitilinn. Eins og þið kannski heyrist Ágúst okkar fjarri góðu gamni í kvöld. Hann á Dalvík með fótboltanum. En í hans stað eru við Helena Kristín og Gía Guðnadóttir mættar úr kvennaliðinu. Og já, þetta sem sagt leikur nr. 2 hjá Káa og Þrótti Fjarðabyggð. En Káamenn unnu fyrir leikinn 3-0, svona frekar auðveldlega, myndum við segja. Og ef að Káamenn vinna í kvöld, þeir, eða í rauninni bara það lið sem að vinnur í kvöld. Er komið í fjárlega úrslit. Af því að það er semst gullhrina í rauninni í lok leiks ef að Þróttarar enda að vinna. Já, eiginlega sama hvernig þeir vinna. Þó sem þeir vinna ekki í óttarhrinu, þá förum við beint í gullhrinu. Já, akkurat. Það getur semst allt gerst í kvöld. Þetta er stór leikur. En við vonum að við náum að fylla upp í stórt skarð Ágúst í dag. Já, hann er náttúrulega búinn að vera frábær í allan vetur. Maður heyrir alveg hrós. Alls staðar á landinu. Já, bara algjörlega. Við honum stórt, hvað segir maður? Já. Mikið að þakka. Já, mjög mikið að þakka. Já, það er alveg ábyggilegt. Já. En þá skulum við bara fara yfir leikmannalista og byrjum bara á gestunum. Og númer 2 er Hlöðver Hlöðversson, númer 5 er Arnar Freyr Sigurjónsson, númer 8 er Þórarinn Ómarsson, númer 9 er Kári Kressfeldir, 10 er Kristján Pálsson, 12 er Ísak Tandri Sóega, 13 er Hlynur Karlsson, 14 er Francesca José López, 17 er fyrirliðinn sjálfur Þórarinn Örn Jónsson, 18 er Miguel Ángel Ramos Malero, svo erum við með númer 19, það er Andri Snær Sigurjónsson og 20 er Egill Korkar Hlöðversson og þjálfari liðsins er Gonzala Garcia og honum til aðstoðar í kvöld er Börkur Marinósson. Þeir koma alveg með fullan mannskap. Algjörlega. Þá það heimamennirnir og það er númer 1 Gunnar Pálmi Hannesson. Er ekki Óskar númer 1? Jú, fyrirgefðu, Óskar númer 1. Það er rétt hjá þér. Óskar númer 1, frábær leikmaður. Og númer 2 er Draupnir Jarl Kristjánsson. 3 er Miguel Mateo, okkar einisanni. Númer 5 er Andri Collins sem er einn í þjálfari liðsins. Númer 6 er Birkir Freyr Elvarsson. 7 er Alexander Arnar Þórisson. 9 er Sölvi Páll Sigurpálsson, 10 er Hermann Býring Ottosson, 11 er Filip Pavel, númer 12 er Gunnar Pálmi Hannesson, 13 Gísli Marteinn Baldvinsson, 18 er Vigfús Jónbergsson og númer 20 er fyrirliðinn okkar Benedikt Rúnar Valtísson. Þarna eru þeir að kynna fyrirliðanum mitt. Já. Næstu breyting dómari til leiks en aðaldómarinn er Óskar Þórðarsson og honum til aðstoðar er Marín Þorsteinsson. Það verður spennandi að sjá hvernig Þróttar að stilla upp liðinu í dag. Já, breyta einhverju. Algjörlega, og hvernig menn mæta til leiks. Það er mikið í húfi. Já, þetta er mjög stórt. Dagsformið skiptir miklu máli í svona leikjum. Já, þó svo við óskum náttúrulega eftir því að Káamenn gerir vel eins og seinast, þá væri nú gaman að sjá einu gullhrinu. Ég er alveg sammála því og hjarta slær nú alveg gullt hjá okkur Gíu. Já, það er reyndar alveg rétt. Svona innst inni þá slærið það. Já. Slærið það Þróttara guld. Það er alveg þannig. Þá er það byrjanlið. Það er númer 10, Kristján Pálsson. Já. Það er Auðspilarinn 14. Já, gríðarlega góð leikmaður. Tóti, eða Þórarinn Örn, númer 17. Nýkrýndur íþróttumaður UIA. Já, það er hárrétt. 18, Malero. Hann er nú bara annar stigahæsti í deildinni. Svo er hann 19, það er hann Andri Snær. Og svo reynslu mikill
líbyró. Já, og Ísak Tandri, ekki maður gleyma honum, hann hvað er hann, 2003? Já, fættur 2003, mjög efnilegur. Ungur og efnilegur. Hávaxinn á miðjunni. Já, háverða heimamennir, það Matteo, stigahæstur í deildinni. Og Óskar nummer 1. Gríðarlega góður. Og 5 hann Andri Collins þjálfari. Og síðan Alexander nummer 7, Filip nummer 11 og Benedikt nummer 20. Og þeir byrja með Birki í líbyrostöðunni. Það æsir spennandi. Já, mér sýnist þetta að vera svona bara alveg eins uppstilling og þeir báðum liðum bara. Já, það sýnist mér líka. Þetta allt bara, þeir þekkja sína menn og vita hvað þeir geta gert. Þetta bara. Þeir svo sem bæði lið með ungan bekk. Já, það rétt. Það ekki mikið kannski aðeins breiðari bekkur hjá káamönnum. Já, og gaman að sjá hvað nokkri reynsluboltar komnar aftur í Þróttaraliði til þess að hjálpa þeim aðeins. Já, einmitt. Búin að leggja skóna á hilluna og taka aðeins aftur. Við könnumst aðeins við það. Já. Það gaman að því. Já. Það aldrei gammalt til þess að spila blagg. Já, bara þannig. Nákvæmlega. Þetta svo skemmtilegt. Jæja, þá þetta hefjast. Og Þróttararnir byrja í uppgjöf. Og það engin annar en uppspilarinn. Já, fín móttaka. Já, það var vel gert. Þá þekkjum við þá. Já, gott að byrja líka á miðjunni. Láta miðjuna í hinu liðinu aðeins vita af sér. Já, finna fyrir því svona í byrjun leiks. Algjörlega. Hjálpar klárlega til fyrir vængina líka. Já, einmitt. Góð gjöf. Yes. Já, snerting. Það var visklingur. Gratis. Já, vel gert. Valero veit alveg hvað hann að gera. Já. Það ekki ástæðulausu sem hann annar stigahæst í deildinni. Já, virkilega klár leikmaður og útsjónasamur. Já, og gefið Þróttaraliðinu mjög mikið. Já, það gaman að horfa á hann spila. Hann glaðlyndur og flottur leikmaður. Já. Já, happy birthday bolti þetta. Og Matteo þakka bara fyrir sig. Já. Þóran tekur bara kassan frá honum. Já. Hann finnir ekkert fyrir þessu. Nei. Helgi nagli. Jæja, 2-1. Þetta fer rólega á stað. Já. Óskar kominn í uppgjöf. Fín uppgjöf. Þóran tekur vel á móti. Já, vel reddað. Já, smá gat hann í blokkinni og Matteo nýti sér það. Já. Hann alveg ótrúlegur í þessum boltum. Hann einhvern veginn næra að taka eftir öllu sem í gangi á hinum einu. Það eins og hann hafi fleiri sekundur en maður sjálfur í loftinu. Ég skil hann ekki alveg stundum. Haltrar og stendur svo bara eftir upp og áfram gakk. Já. Það alveg leikmaður. Maður stundur skilur ekki hvernig hann fer að þessu. Já, þetta var fallegt. Svona verður maður að sjá í úrslitaleikjum. Algjörlega. Ég held að þetta hafi verið Benni sem átti þessa blokki á. Já. Ég held það. Hann átti hann að fagna þannig. Já, algjörlega. Þannig að hann komin á blað. Með 2 stig, meira að segja. Já. Sóknarstig og blokkstig. Byrjar gríðarlega vel. Þessi úti. Já, munar nú litlu en Míri nú alveg með þetta hreinu á línunni. Já. Þá kemur Ísak inn í miðjunni. Já. Skemmtilegt að sjá að svona þegar ungi leikmenn fá að spreita sig. Það að góða við að vera í Þróttarnes. Já. Mikið ungum sem fá að spreita sig og spila alveg blak. Já, einmitt. Við könnumst það. Já, byrjuðum báðar okkar fyrstu skrifið blaki fyrir austan. Það hvergi betra að vera. Já. Það bara þannig. En oft ótrúlega leiðilegt þegar leikmennir komnir svo skrið og þá fara þeir alltaf. Þróttur alltaf að ala upp. Þeir ala bara upp lakið, já. Og svo fara þær í önnur lið. Nákvæmlega. Það alltaf Þróttarar út þannig, sko. Það þannig, það ótrúlega fyndið. Ég meina bara svo í okkar liði, við erum nú alveg nokkra sem höfum. Já, ég held að, við erum okkur 5 eða? Við hérna og Hrafnhildur og Valdís. Og Hrafnhildur og Pála náttúrulega Matteo verður fyrir austan. Já, og Birkir náttúrulega líka það. Birkir, já. Og náttúrulega Matteo. Já, hún er búin að segja. Já, einmitt.
Þannig að svona leikmenn eins og Melero og uppspilarinn hjá þeim eru ótrúlega mikilvægir fyrir Þróttarana. Já, algjörlega. Spila stórt hlutverk til þess að hjálpa ungu leikmennum að fá smá reynslu og svoleiðis. Já, gríðarlega vel gert hjá Andri Snær, alveg með þetta. Manni finnst hann einhvern veginn, og hann og Tóti og þessis einhvern veginn ekki vera lengur ungir. Þeir eru búin að spila svo mikið. Já, þessi spila svo lengi og manni finnst þeir bara eiga að komnir að frábært stig fyrir sig. Þetta voru bara orðnir góðir leikmenn. Einmitt. Það er hann í uppgjöfuna. Þarna þú sjáðu Jórn kannski af svo mikið. Já. Já. Þetta kemur. Já. Já, hann klikkar á uppgjöfinni. Það var það Matteo uppgjöf. Þetta finnst maður alltaf stórmerkilegt. Maðurinn getur valla að labba og svo fyrir hann í jumper. Já, einmitt. Beygir valla hnén. Já. En ég verð nú að segja að gaman að sjá áhörundur eftir. Já. Þetta hefur mikil áhrif á leikinn. Já, það gera það. Þú séu fáir í dag en. Já, hljóta. Það er enda tími, það geta fleiri komið. Já, þú sér að þarna, það er Sigga Þrúðaði mætt. Já. Formaður Þróttar. Hemmitt. Lætur sig ekki vanta. Læta sig ekki vanta. Góð blokk hana. Já, gott cover líka hjá strákunum. Já, ekki smá. Þarna. Þeir eru greinilega mættir til þess að. Já, það var berjast. Já. Í öllu. Já, vel gert. Þarna. Já, þetta var vel gert. Snýr sér í loftinu og slæðir þeim. Já, einmitt. Og fylgir með eitthvað smá gott uppspil. Já, þeir ná ansi vel saman. 8-3. Það er nú ekki samræmi í stigatöflunum. Já, 9-3. Það var eitthvað lengi að koma inn. Já. Og Matteo klúður í uppgjöf. Þórarinn komin í uppgefareitinn. Sjáum hvað hann gerir. Já, og þeir skipta Gunna inn og í móttöku. Já. Í staðan fyrir Birki. Já. Hann er líka einnig mjög góður í móttökunni og vörninni. Já, mjög sterkur í móttökunni. Já, hann er mjög stabíl. Það er alveg. Það er yfirvegur og rólegur. Já. Það er skrítin mistök hérna KM-in. Já, einhver samskipta örðuleikar eða misskilningur held ég. Já. Við vonum nú að það hafi ekki áhrif á stemminguna. Nei, heldur betur ekki. Þeir eru mega nú ekki við því. Nei, hann kemur góð móttaka frá Andri. Þarna, upp og sí. Einmitt. Einmitt það sem vorum að ræða á hann. Þarna voru, já, einmitt. Þarna voru KM-in hefnir. Mjög hefnir. Þá voru það þjálfarinn mættur. Já. Collin. Góður liðstyrkur að fá hann í vetur. Já, algjörlega og frábær þjálfari líka. Já, hann er bæði búinn að standa sig vel með kallana og svo er hann líka að þjálfa hérna fyrstu deild. Já. Hjá Káa, Kvennamein. Mjög flottu þjálfari og það var gaman að sjá hvert hann fyrir í framtíðinni. Hann getur klárlega þjálfað einhver flott lið í Evrópu. Algjörlega. Og svo við vindum náttúrulega helst vilja halda honum. Já, að sjálfsögðu. Það er nú bara þannig. Aðeins svo stutt. Já. Það flýta sér held ég bara. Já. Það er svona. Þetta eru stressandi augnablik. Já, þetta getur verið það. Dýr mistök svona í stöðunni 11-6. Já, akkurat. Já. Já, þessi var út. Það er bara annarkvort eða. Það er eins og það enginn var fyrir. Já. Þróttarinn hrakkanum fyrir það. Það heldur uppspilurinn aftur í uppgjöf. Þeir eru komin í ring. Já, flott uppgjöf. Góð móttaka. Og hvað hann er hátt uppi. Hann er eins og gormur, sko. Maður sé það vel hérna uppi. Já. Þetta var fallegt. Og svífur í loftinu. Hann er einmitt einn af þessum sem að maður skilur ekki hann sem er vangi. Hann ætlar alltaf að fara niður aftur. Hann er nú ekki það hár í loftinu, en hann getur sko hoppað. Já. Það er alveg þannig. Vel gert. Já, flott vörn Filip. Þeir rættu sig yfir með öldubolta. Sjá. Já, touch. Það var vel gert. Það nýtti Andri sér blokkina. Já, mjög sniður. Já, greiðan. Þannig að það ekki auðvelt að vera með þessa blokk fyrir fram að sig. Nei, það var gott að geta reynt að hérna nýtt sér hana. Já. Fá snertingu út.
Það verður spennandi að sjá úrslit kvöldsins líka. Já, einmitt. Það er leikur hjá öllum liðum í kvöld. Já. Þeir endar byrjuðu allir klukkan 7. Já. En þeir eru komnir eitthvað áfram. Já, það er Hamar og Álftanes sem eigast við og síðan er það HK og Fylkir og Afturölding og Vestri. Já, og það er svona... Það er svona aðalega hérna leikurinn HK Fylkir sem við kannski fylgjast með því að liðið sem vinnur hér í kvöld mætir þeir liðið sem vinnur þar. Það er bara hárrétt. Gratis. Engin snerting. Þetta er út. Mér sýnir staðan í HK Fylki vera 1-0 fyrir HK í hrinum og frekar jöfn en seinni hrinnan. Það er 22-22 í... Já, það getur allt gerst. Já. Það er bara þannig. HK var svona sterkara aðilinn á blaði. En í svona leik þá skiptir náttúrulega bara dagsferð með öllu máli og... Eins og við vitum vel eftir gerdaginn. Já. Að allt getur gerst, sko. Það getur nefnilega allt gerst og alls ekki vann með dansstæðingin. Algjörlega ekki, sko. Já, virkilega fallegt. Þannig fekk hann einn á móti sér og bara hamraðan. Já. Kross. Óskar kominn aftur í uppgjöf. Já. Góð. Fín móttaka hjá Tóta. Já, hann er í þessu. Lagar þetta, já. Gert, snerting þarna. Geggjað uppspil hjá hann. Já. Tóti Þórarinn kom með 2 stig. Ég held við megum alveg kalla hann Tóta. Já, það er svona óþarfið að séu 2 Þórarinn á vellinu. Já, einmitt. Það var svona heimilislega að segja Tóti. Já, ég er alveg sammála því. Já, ég held að fengja hann í sig. Já, Óskar var hikað ekki þarna. Nei. Það er gríðarlega öruggur. Og fyrirliðinn sjálfur mættur í uppgjöf. Já, góð móttaka. Vel gert hjá Andra. Hann er að slá línuna gríðarlega vel. Já, þeir verða að finna einhverja svörun við þessu. Já, þeir verðast vera blokkan kross, en ná ekki að verja hann niður línunni. Það er bara þannig. Þeir eru ekki að ná að verjast gegn honum. Hann bæði hátt uppi og slær að sjálfsögðu frekar fast. Þessi er inni. Já. Og kemur svo og skellir í 1 ás. Já, mikilvægur ás hjá hann. Virkilega mikilvægt og flott stig hjá honum. Hann er komið 4 stig í leiknum. Já, fyrsti ásinn. Þetta ásarnir, þeir eru ofta aðeins stærri stig, finnst manni. Já, einmitt, það er það, sko. Já, Filip. Vel gert. Þetta var touch. Nei. Er það? Ég held að það hefði verið touch. Ég sá það ekki. Nei, Mattó, ef þetta hefði verið touch, þá hefði Mattó ekki verið Já, svona slagur. við hefðum sennilega vitað því. Hann hefði alveg látið dómar á hann. Já. Hann er greinilega búinn að róa sig síðan í gær. Já, alls. Já, hann var Andri Snæra enn í uppgjöf. Góð uppgjöf hjá honum og Óskar tekur vel á móti. Nei. Aðeins og lár bolti, já. Já, hún nægir ekki að laga. Nei. Já, Þróttarar komið 4 stig í röð. Rosalega góður uppgjafir hjá. Já, svona hlutir geta bara hreinlega breytt leiknum. Já, algjörlega. Það alveg sjálfur. Já. Sjáðu, þeir eru bara komnir 15-15. Þeir eru komnir í gír. Já, 5 stig í röð, það skilar. Það skilar og þá sýnist mér, Káa biður leikhlé. 15-15, ég skil það vel, þeir eru búin að ná 5 stigum í röð? Já. Þetta er alveg. Þetta er... Æsi spennandi hérna leikurinn, hvað er þetta í Kópavogi? HK Fylkir. Staðan er 25-24 fyrir Fylki í annar hinu.
Já, það getur bara allt gerst. Já. Það alveg þannig. Það væri nú ansi spennandi líka að fá gullhrinu það. Fá Já. aðeins meira út úr þessu og... Ég veit ekki, ég þekki það ekki nógu vel. Ég veit ekki hvort það hefur verið áður við að spila gullhrina á Íslandi. Ekki svo, ég mun eftir allavega. Nei, við erum náttúrulega svo ungar. Já, segðu. Þurftum að spyrja Einhvern eldri? Já. Nei, allt þetta sé ekki út af COVID sem að sé verið að reyna aðeins að stytta leikhjálægið og þjappa þessu saman, sko. Ég held að það sé ástæðan. Mér finnst það líklegt. Það var ekki nýttar gullhrinurnar kvenna megin allavega. Nei, akkurat. Styrti ekki. Herðu, Andri er ennþá í uppgjöf. Já, Collin slá út strax eftir leikli. Já. Góð uppgjöf, fín móttaka. Já, þetta gerir Mattheo vel. Já. Það er ekkert að flækja hlutina. Nei. Finna bara auðan blett á vellinum og nýta sér það. Sundlaugina eins og hann kallar það. Já. Og fer svo sjálfur í uppgjöf. Já. Fín móttaka hjá Tóta. Já. Nei, þarna kom hann með eitthvað. Þreföld blokk. Og hann slær. En það er dæmt net á Káa. Þetta var ekkert smá flott hérna, hvað segir maður, combination. Já, algjörlega. Færa Tóta inn á miðjuna og láta miðjuna fara á kantinn. Já. Svo mikilvægt að gera svona til þess að opna völlin meira. Algjörlega. Og þetta er líka bara gríðarlega skemmtilegt að sjá svona. Já, smá fjölbreytni. Já, gerir blakið svo skemmtilegt. Já, ég sammála því. Já. Vel gert. Þórarinn reynir hann að ná honum olbónum en það er ekki að stíða honum alveg nægilega vel. 17-17 og Alexander kom með 2 stig í leiknum. Spurning hvað Collin gerir núna, hvort að ná ég að snúi þessu Káa í vil. Nei, beint í netið. Jæja. 18-17 fyrir Þrótti. Þá er Ísak mættur í uppgjöf. Já, það eru 3 uppgjafmistök hjá hvoru liði í uppgjöf. Já. Þá gerir Þróttur breytingu, samskiptingu. Gerir svona reynslu breytingu. Já, ungur fyrir gamlan. Já. Nei, hann hérna gríðarlega góður uppgjafir, hann Hlöðver. Já. Þannig að maður skilur þessa breytingu vel. Hann er öruggur í uppgjöf. Einmitt. Á þessum tímapunkti leiksins þá þarf það bara. Já, akkurat. Spurning hvort hann gerir þeim líka gott í aftaralínu. Já. Þeir nýta hann eitthvað þar. Það gæti alveg verið. Hvað? Vesen og ritaraborðinu? Já. Það er spurning hvort að hrínan sé búinn í Kópavoginum. Ég held að þetta sé í Kópavogi, ég hef ekki hugmynd um það. Maður ákveður það bara, veist að HK stendur eða sé hérna fyrir að liði. HK tekið henni í upphækkun, 28-26. Já, ok. Þeir ætla sér. Já. Stóra hluti. Samt vel gert því að Fylkir að standa svona í þeim. Já, það er alveg. Fyrri hrínan fór 25-12, svo. Já. Þeir hafa heldur betur snúa við sínu leik og gefið það þessi. Já. Það verðist vera eitthvað aðil hérna tölvunni. Já. Fyrirlegin kominn aðstoð á hann á borðinu. Vonandi að þetta hafi ekki áhrif á leikinn, samt. Já. Já, stigin sem að Þróttur er búin að vera að fá hérna eru bara mistök mótherja. Þannig að Káa þarf að hafa svolítið meira fyrir sínum stigum, virðist vera. Já. Og kannski óþarflega mikið að gefa þeim stig. Við erum svona aðeins að fá kennslu á hérna kerfið hjá Káa-TV. Við erum ekki alveg með þetta hérna á hreinu hvernig þetta virkar, en þeir feðgar eru alveg. Já, við erum með góðan reynslubolta að kenna okkur þetta. Já. En þeir sjáum semst á skjánum þessa tölfræði sem hann er að benda okkur á. Og hérna er stigahæstu leikmennir í leiknum og það er Andri Snær sem er stigahæstur í Þrótturum með 4 stig og Malero með 3
og Tóti með 2. Síðan er það Miguel og Colin sem eru jafnir með 3 og Alexander með 2 og Benni líka og Óskar með 1. Já. Þannig að þetta er frekar svona jafnt hjá KA-mönnum en þeir eru kannski ekki alveg mikla breytt þróttarannir. Vanta kannski, þeir eru svo sem með mjög flotta miðjur. Kannski hann Ísak svona frekar ungur, kannski vantar reynslu. Já. En Kristján mjög öflugur, búinn að vera mjög flottur. Já, mjög flottur hjá Þrótti í nokkur ár. En það er líka þægilegt að fá mistök frá mótherjum. Það kannski þurfa ekki eins mikið að sækja. Það er náttúrulega líka kúnsta bara að geta haldið því. Já, algjörlega. Jæja, þá er þetta hafið. Já, það er net á Þróttarana. Já. Þá er Lexi komin í uppgjöf. Já, heldur betur. Þessi stig telja mikið. Já, það gera það. Þá var staðan 18-19. Þetta er allt í járnum. Já, fín uppgjöf, góð móttaka. Hvað gerir hann? Já, góð vörn hjá Matteo. Já, aðeins langt. Já, gríðarlega vel gert. Benni með frábæra blokk. Filip hjálpar núna aðeins á kantinum. Já, við setjum Benna á þetta. Já, ég myndi segja Benni. Ég myndi gefa honum stigið. Hann var með 2 hendur á boltanum. Filip svona aðeins kom við hann kannski. Fín uppgjöf, góð móttaka. Já. Colin sá fyrir þetta. Já, hann sá fyrir þessu. Nei, misskilningur. Þeir voru báðir með boltan. En Matteo gerir vel og setur hann hana. Já, það sem að misskilningunum verður. Akkurat, miðsvæði. Það geta allir náðu þessum bolta en hver ætlar að ná honum? Það er eins og það er spurningin. Káa búin að fá mikilvæg 3 stig í röð. Já. Nei, oppusi. Hann tekur með sér skilti. Það er barist fyrir hverju stigi, það er bara þannig. Já. Og Þróttarar taka leikhlé. Stöðunni 21-19. Káa núna búin að fá, 4 stig í röð? Já. Það telja mikið svona í seinni hluta hreinunar. Já, algjörlega. Maður skilur vel að hann Gonzalo taki leikhlé og reyni að stoppa Káamenn. Já, einmitt. Já. Hérna sjáum við hvernig síðustu stig hafa verið. Þetta er strákarnir, já þetta er svolítið mikið núna bara okkar megin. Þeir eru að skora stigin sjálf en aðeins mistök mótherja sem er dýrt. Svo þú segir. Það lagar hann þetta. Frábært vel gert. Það var bara að klappa fyrir þessu. Já, nákvæmlega. Hann tekur boltinn á leiðinni yfir. Já, voðalega stekkur hann hátt og hann bara einhvern veginn og án þess líka að stoppa boltan. Einmitt, hann er rosalega nálægt netinu þegar hann gerir þetta. Og það er samt að gríðarlega vel. Skjóta honum svona vel alveg hinum einu yfir á vanginn. Og fer svo sjálfur í uppgjöf. Góð uppgjöf, já. Hann er frábær uppgjöf. 21-21. Hann fljótt að breytast. Já. Og hann stimpla sig á blað. Kom með 1 stig í leiknum. Góð uppgjöf, fín móttaka. Gerir Colin betur. Já. Þarna þekkjum við Filip. Þetta var fallegt. Svo brosir hann bara. Já, glottir eins og hann gerir hann alltaf. Hann er ekkert að fagna neitt of mikið. Nei. Passum okkur á því. Já, algjörlega. Það er báðir uppspilarar komnir á blað. Já, það er rétt. 22-21. Já, hann gefur yfir fyrir þessu. Ok. Hvað gerir hann? Já, þetta var vel gert. Virkilega vel gert. Hann skýtur boltanum eiginlega bara í hendurnar á Óskari. Já. Hann er í loftinu og bara, þetta er virkilega vel gert. Þetta sem Filip gerir vel. Leikmennin þurfa kannski ekki mikið að hugsa. Nei, hann er náttúrulega frábær uppspilari, það er bara hannig. Og ekki smá mikilvæg, búin að gera mikið fyrir Káa. Já, bara síðustu, hvað er bara verið lengi? Ég held að það sé búin að vera 12 ár, sko. Mér finnst ég alltaf að heyra 10, en það er ekki kannski 10 ár, 5 ár í röð. Nei, veitu. Það getur eiginlega ekki verið. Þá Þróttar þetta stig fyrir tvíslag. Já, tvíslag og þeir verðast nú aðeins vera að mótmæla því. Já. Þau eru ekki alveg sáttur.
Benni fyrir ræði við dómaran. Það er nú ekki fyrsta skipti. Maður má nú aðeins mótmæla. Já, jú. Annars er þetta ekkert skemmtilegt. Nei, maður verður að hafa smá líf í þessu. En Malero er komin í uppgjöf. Sjáum hvað hann gerir. Já, flott uppgjöf. Óskar með góða móttöku. Og kemur svo sjálfur. Já, vel gert. Þetta er nálægt. Í þess að verfiður. Gera vel í coveri. Þarna, já, algjörlega. Já. Tóti nýtti sér blokkina. Hendurna bara vissi ekkert hvað það ætla að fara með þær. Það er bara út um allt þarna vinnið þetta. Virkilega vel gert og Þórarinn kom með 3 stig í leiknum. Malero heldur áfram í uppgjöfinni. 23-23. Það er allt annað að sjá Þróttaraliðið í dag heldur en í síðasta leik. Það er fyrir mistök. Býtum við. En Óskar nær að redda þessu. Vel gert. Þetta var tæft. Þetta var mjög vel reddað. Frábær redding hjá Óskari. Ekki smá flott hjá þeim. Alltaf var eiginlega bara við antennuna og á leiðin út, myndi ég segja. Ég skil ekki hvernig það fór að þessu. Sérstaklega kannski fyrir okkar sjónarhorni. Já, nákvæmlega. Sjáum þetta svona upp og frá ofan og niður. Já, 24 upp og sí. Gratisbolti. Nú verður Káman að gera vel. Og þeir taka þetta í blokkinni. Blokkar hann. Þvílíkur leikur hjá honum. Gríðarlega mikilvægt. Þarna hefðu Káman geta tryggt sér hrinuna. Já. Tekur gratisbolta yfir. Nákvæmlega. Herðu, þá gerir Þróttarar skiptingu tilbaka og Hlöðver kemur út af og Ísak kemur inn að fyrir. Þeir gera aðra skiptingu og þar kemur inn á númer 13 Hlynur fyrir Kristján númer 10. Já. Hann er sennilega hann er að koma inn á uppgjöf. Já. Hann er gríðarlega sterkar uppgjöfir. Flottur Þróttari. Já. 24-24. Spurning hvað hann gerir. Já. Alltaf svolítið pressa að koma inn og já, frábær uppgjöf. Gunni gerir vel í móttökunni, þarna. Hann nær að losa, hann gat í blokkinni og Collin nýtir sér það. Já. 25-24. Collin kom með 4 stig í leiknum. Gerir Káman skiptingu. Það er alltaf að vera að skipta þessu miðjum út og ég skil það nú ekki. Vigfús kemur inn á uppgjöfuna, við höfum séð þessa skiptingu áður í vetur. Hann er með gríðarlega góður uppgjafir. Já, hann er mjög flottur þessu. Já, stabílar og góður uppgjafir. Gerir sjaldan mistök, ég ætla nú ekki að jinxa þetta samt. Nei, einmitt. Þarna, já, flott uppgjöf hjá honum. Hvað gerir Tóti? Já. Góð samskipti í þessa bolta. Já, góð vörn þarna. Já, alveg úr jafnvægi en já, sláðan bara yfir. Fúsi vel, þarna. Já, gott! Frábær vörn hjá honum. Þetta er nú svolítið mikið. Fer upp í tjaldið. Þetta er svekkjandi. Og Káa tekur Hrinu 1, 26-24. Jæja, þetta var svona skemmtilegt að fá, þetta fór allir upphækkun. Já, algjörlega, þetta var upp og niður þessi Hrina. Hún var alveg mjög sveiflukennd. Mjög sveiflukennd, byrjaði 10-15, 15-15 og svo tóku byrjum að skoða hérna stigastu menn. Vonum á að þetta sláir nú ekki Þróttar út af laginu. Nei, þetta er virkilega skemmtilegt og flott lag sem við erum að sjá hérna í dag. Já. En ef við förum aðeins yfir stigastöðuna, hjá Káamönnum eru það Miguel og Collin sem eru báðir með 4 stig, Óskar og Alexander og Benni, allir með 3. Og hjá Þrótturunum eða Andri Snær sem er með 6 stig, Miguel eða Malero, eins og við köllum hann, er með 4, Tóti með 3 og uppspilarinn Francesco með 1 stig. Já, maður sé kannski svona aðalega að þetta svona dreifði það hjá Káa. Já. Stiginn. Kannski það sem hefur skilað þessu á. Algjörlega, það eru margir að skila núna og gaman að sjá hvað Filip er að spila. Já, dreifir sér vel. Dreifa spilinu vel. Já. Ég er alveg saman því. Hann gerir það flinkur í því. Já, þá sjáum við hérna tölfræðina. Það er gaman að sjá. Káa TV er alveg með þetta. Það var hérna, já, tölfræðin. Já, maður sér hérna þá stiginn hjá sikkur í liðinu og svo alls konar, það eru þá möss og ásar milli liða og laumur. Algjörlega. Mistök mótherja, sjáum það að Þróttur fær 10 stig gefins í rauninni frá Káamönnum. Já. Meðan að
káamenn fá 8, þessu sem ekki mikill munur en þetta telur allt. Já, og svo gaman að sjá hérna neðstu línuna mesta fórusta sem að Káa hefur mestu fórustuna 6 stig en Þróttar hafa aðeins ná fórusta 2 stigum. Já, þeir náðu gríðarlega góðu þarna, þeir voru undir, komið vel tilbaka, náðu ekki alveg að halda því út hrínuna. Nei, mitt. En það er ekki mikið ásum, það er 3 ásar. Það er nú ekki mikið. Nei. Já, og hérna sjáum við svo Súluritt, hvernig leikurinn þróast. Já, mér finnst alltaf svo gaman að sjá þetta, mér finnst þetta svo lýsandi. Þetta er frábær viðbót við tölfræðina sem við sáum áðan, að sjá hvernig leikurinn svona þróast. Já, einmitt. Sérst svo vel á svona, ég veit ekki hvað þetta kallast, línuritt. Já, ekki Súluritt, þetta er línuritt. Sjáum við svona undir miðja hrinu, þá jafna þeir. Já, svo fer þetta svona á víxl eiginlega. Einmitt, hann jafnast leikurinn svolítið þarna fyrir miðju. Já, skiptast á að Þróttar aðeins svona hægir í gang. Já, spurning hvað þeir gera núna. En það er það káamenn sem að byrja í uppgjöf og það er að sjálfsögðu Filip sem að byrjar hefur leikinn. Það aðeins að bætast í áhörundur. Já, gaman að sjá. Já. Maður sér að komin fleiri Þróttarar. Já, það er að bætast í Þróttarana. Þeir hafa lagt landur til fót. Já, Malero byrjar þetta vel. Já. Tekur sjarp engun, short cross, hvað er það á íslensku? Já, einmitt. Stuttan bolta. Við vonum að fólk viti bara hvað við tölum. Já. Kunni lingóir. Akkurat. Og fer svo sjálfur uppgjöf, góð uppgjöf, fín móttaka og Gunnar líka. Og Matteo, já, það var bara milli sýndist mér. Já, þeir ná ekki að loka blokkinni. Nei, Malero svo sem vel staðsettur en nægir ekki að stýra honum upp. Nei, einmitt. Og Matteo kom með 5 stig. Maður sér það einmitt, þegar uppspilarinn fer að dreifa spilinu svo mikið, þá er blokkin ekki ná að loka. Nei, sérstaklega þegar boltarnir eru svo hraðir. Já, einmitt. Þetta er gríðarlega erfitt fyrir miðjurnar að ná út á kantana. Já. Það er bara þannig. Ég myndi ekkert vilja spila á móti Filip, sko. Nei. Góð uppgjöf og já, vel gert, boltinn er nálægt en Tóti setur hann bara í blokkina og fær hann aftur. Já, og Nei, ok, ég ætla að segja. En engu síður okkar tilraun, þetta var erfiður bolti. Þetta var eiginlega eina sem var í boði fyrir hann. Já. Og það er gert hjá Þrótturum að láta þetta ekki. Nei. Bjóða þeim ekki upp á þetta. Það er ekki að láta hann nýta á sér hendurnar. En þá var Kristján komin upp og setur hann að beint í netið. Þetta er dýrt. Já. Þá er Benni komin í uppgjöf. Sjáum hvað hann gerir. Já. Hann er búin að byrja leikinn vel. Já. Hann er komin með alveg 3 stig. Já, á minnstakosti allavega. Já, á minnstakosti 3 stig. 2 mjög stór blokkstig. Já. Og byrjaði hrinuna á að skora fyrsta stigið. Já. Þarna. Flott vörn. Þeir skipta og Óskar fyrir í vörn í 5. Já. Net á Þróttarana. Mér er svolítið búið að vera neti í dag. Já. Ég veit ekki. Bólurinn. Þetta er hundfúlt. Maður ætlar aldrei að snerta netið en stundum er maður bara aðeins svo ákafur. Já. Óvart. Já. Maður þekkir þetta nú alveg. Sem fyrir á bestu bæjum. Já, algjörlega. En Benni heldur áfram í uppgjöf. Já. Fín uppgjöf. Sjáum að þeir breyta með þessu. Það bara smassar í hausinn á honum. Og þeir kom honum yfir. Ok, hvað gerir Filip? Matti að skila vel. Já, þetta var vel gert. Og Colin ber hann afsökunar. Já. En hann haggast ekki. Hann er grjótharður. Þeir þarf ekki á sig fá. Nei. Benni er áfram í uppgjöf. Já, eins og sagði ráðum, þeir skiptar sínst mér og Benni fyrir 6 og Óskar í 5. Já. Greinilega alltaf að láta Óskar að taka kannski meira pláss eða eitthvað. Já, það gæti alveg verið. Hvað hugsun er á bakvið hann? Misskilningur hjá þeim. Já, hika aðeins og það er ekki tími í það.
En jæja, áframheldur leikurinn. 4-3 og Ísak að stimpla sig á Já, blað. blað. Kom með 1 stig, frábært í honum. Þvílík Góð uppgjöf hjá Andra. Já, góð vörn. Og hvað gera þeir? Mikilvægt að halda Andra í uppgjöfinu. Hann er með sterkar uppgjöfir. Það bara setja hann yfir. Já, Þessi var úti. Hann stendur á Línunni. Já. Hann hefði látið hann fara ef hann hefði staðið einhverstaðar annars staðar. Frábær blokk. Mér finnst þetta að vera hann Ísak. Með blokkina. Já, ég misti á því. Já. Ég var svo mikið að góna á Óskar hvað hann stóð. Hann er komið 2 stig í leiknum, strákurinn. Glæsilegt hjá honum. Heldur Andri áfram. Já. Rétt út. Já. Ára Matteo í uppgjöf. Já. Hann getur oft verið með mjög góður uppgjöfur, Matteo. Hann getur það. Já. Algjörlega frábær leikmaður bara og Já. alhliða leikmaður. Hann er góður í... Ef Já. ekki bara segja öllu á vellinum. Já, kannski ekki vörn. Við skulum Nei, aðeins það er draga úr svona því. kannski. Kannski ekki hans sterkasta hliðin. Nei, en sókn og Blokk og svoleiðis. uppgjöf, mjög gott. Þarna slær Hvað gerir dómarinn? hann út. Nei, mér sýndist þetta að vera blokk og út. Já. Gefa hann stig. Já. Þetta er hárréttur dómur. Já. Það var engin snerting þarna á. Ósáttir með dóminn. Pála og línunni og Já. Matteo eitthvað að mótmæla. Það er nú Já. ekki, það er nú algjör óþarfi. Já. Það getur nú alveg treyst sinni konu. Já. Flottu dómari, bara á staðfastur á sínu. Já, algjörlega. Hann veit alveg hvað hann er, Já. hvað hann er að segja. Já, góð uppgjöf. Já, Filip. Nei. Eins og seit. Segjum við ekki bara þetta sé ás? Eða hvað? Jú, Svona ég myndi að nokkurn segja það. veginn. Þetta var allavega mjög nálægt í ef þetta var ekki ás. Já. Og Tóti Eins kom með nálægt í 4 þetta stig. getur orðið. Já, það er aftur uppgjöfuna. Góð Flott móttaka. móttaka. Þarna. Og Þvílíkt já, uppspil. hann er bara eiginlega Já. með engan. Hann var eiginlega með engan, Já. þetta var svo hratt. Hérna, Filip er frábær uppspilari. já. Francesco reynir aðeins að henda höndunum á mótunum. Já, dugur ekki til. Nei. Colin komin í uppgjöf. Góð uppgjöf. Já, þeir náðu sér samt. Já, gefa gratis yfir. Gera vel á miðjunni. Vel gert. Ísak er í þessu en dugur ekki til. Nei. Þeir spila líka frekar hratt þannig. Já. Líka einmitt eins og ef við ná góðum bolt á miðju þá er rosa erfitt að þú ert ekki að verja mikið af þessum boltum. Nei, nákvæmlega. Annarkvæmt er það blokkstig eða bolt í golf. Já, einmitt. Það er ekki mikið þar á milli. Nei. Já, það var fer í- touch, það var touch, já. Fyrir nýja yndislega tjaldið. Já. Okkur til mikillar ánægju. Já, einmitt. Ísak komin í uppgjöf. Já. Með flót uppgjöf. Hann er kannski aðeins að drífa svo mikið. Já. Kannski ekki nóg ákveðin, ég veit ekki. Nei, kannski það geti verið eitthvað stress eða eitthvað. Já. Stór leikur fyrir unga leikmenn. Já, algjörlega. Mér finnst það vera að standa sig mjög vel. Mjög flottur. Þá er Alexander komin í uppgjöf. Staðan 8-7. Nei, þessi rétt sniklaðist yfir. Já. Flotta uppspilar hún á þessu. Mali er og slær út. Já. Ansi tæft en úti var hann. Já. Hitti boltan hreinlega bara ekki næra vel held ég. Nei, kannski frekar erfiðar aðstæður sem að Já. vinna úr. Setur í netið. Setur í netið. Stoppar. Ég veit ekki hvað hann segir. Stiga göngu káamanna. Það voru komin 2 stig í röð. Þeir maður hafa þetta svolítið spennandi í kvöld. Já, við Það er varum bara alveg til þannig. það. Góð móttaka hjá Colin og Já, hann á þeir ná þessum. vörn. Ah, Gratis bort yfir.
Aftur fær Collina. Já, Nei, Gera- Óskar fyrir ekki. gera vel hérna. Æjæjæj, hann slæðir hann út. Þessi var En einhvað síður net á Káamenn. Jæja, hvað er þetta í dag? Ótrúlega mikið Já, ódýr stig. ég er sammála því. Þetta er dýrt. Þeir eru greinilega, þeir eru að reyna að ná sér í blokkstig. Það er Já. alveg á reynu, en eins og Góð ákafur. uppgjöf. Já, Kemur hann í afturlínu Já, og já. setur hann hana. vel gert. Þetta er kannski staður sem að blokkin hefði átt að taka. Já, þetta var eitthvað. Þessi gat í blokkinni eða hvað, það er eitthvað Já. allavega. Og það átti engin varnmann leikmaður séns síðan að bolta. Nei. 10-9, Káa heldur áfram fórustunni. Og Filip kominn í uppgjöf. Já. Mikilvæg staða hjá Kámannum að koma uppspilar aftur. Já. Þessi er áfram út. Þeir standa hansi aftarlega. Já. Úff. Vel Þetta gert. var vel gert. Og hann dansar alveg á línunni. Rétt nær að sleppa því að snerta Já. netið. Gríðarlega vel gert. Mhm. Það var hann ekki línudans. Já. Og Matteo kom með 8 stig í leiknum. Hann byrjar Já. að krafti. Gríðarlega mikilvægt fyrir Kámann að hann hafi náð sér eftir meiðslin sem hann lendi fyrir í vetur. Já, Ég man ekki, var Það var- það áttaliðum fyrir byggar mér sem finnst var með bara sig. mjög stutt síðan. Já, og hérna var Með það sig á ekki hné, mér jú. sem að vara Einmitt. hérna í vandræðu með. Já. En svo ákvaðan bara, jæja, ég Já. er tilbúin. COVID-pásun hefur gert honum vel. Já, hann hefur þurft smá kvild. Já, þú kannast nú kannski við það, hvað Jú, COVID jú. gerði okkur vel. Það er rétt. Hvað boltaleysi hérna síns mér. Já. Misklingu með boltana. Já, það er svo vanti bolta. En jæja, það er komið bolti og leikurinn byrjar aftur. Filip með fína uppgjöf. Já, þarna þetta vel Kristján. gert. Þetta er sem við þurfum frá þrótturunum. Já, og bara frábært sóknastig þarna hjá Kristjáni. Já, Og hann fyrsta stig kominn- hans. Já, hann er komin á blað. Maður sér það, nú er orðið meiri breytt í þróttaraliðinu. Já, það eru fleiri komnir á blað. Og það skiptir að sjálfsögðu miklu máli. Þá fleiri leikmenn til þess að skora. Já. Jás. Góð blokk, en Óskar er í coverinu. Okkar menn. Vel gert. Vel gert hjá Óskari. Hann gabbaði þá upp úr Já. skónum. Ég held hann að það smassan að bolta. Já. Vel gert. Rúllar honum yfir Já. og fær sitt 4. stig í leiknum. Og fer svo sjálfur í uppgjöf. Já, já, góð uppgjöf. Flott móttaka og frekar Já, nálægt. gott Vel- cover. Þeir eru góðir í að redda þessum boltum Já. sem eru nálægt. Ég nú heldur þess að fara í haus. Já, mér sýndist það. Gaman að sjá svona gott cover í dag. Já. Ég bara á báðum liðum, finnst mér. Algjörlega. Þeir eru að spila bara fallegt blagg. Matteo nær sér í sitt 9. stig. Og Óskar heldur áfram í uppgjöfinni. K.O. komið 3 stigum yfir. Flott uppgjöf. Já, Gera hann þetta fer að snyrtilega, Kolli. varlega í þetta. Já. Það er náttúrulega ekki að hafa fleiri headshot í dag, sínst mér. Kurteis er hann. Já. Það er ekki tekið á honum. Nei, hann er virkilega flottur. Og Þróttur tekur leikli í stöðunni 14-10. Gonzalo ætli að reyna að stappa stálið í sína menn og koma þeim aftur inn í leikinn. Það sýnst mér. Já, leikurinn bara búinn í Kópavoginum. Nei, Bara hvað- 3-0. Síðasta hrinnan, hvernig fór hún? 25-13. Úff. Það var ekki meiri spennan en þetta. Þá sjáum við hérna tölfræði á skjánum. Já, hvernig seinstu stig hafa farið. Það er minna mótherjamistök núna. Já, þeir eru meira að þurfa að hafa fyrir þessu sjálfur. Og þetta er nú frekar dreift. Matteo hérna með 2 stig, Óskar með 1, Collin með 1 og svo Kristján hérna með flotta bolta á miðjuna. Það er gaman að sjá meira af því, miðjuspilinu. Já, einmitt. En þá heldur leikurinn áfram og Óskar er ennþá í uppgjöf. Flott uppgjöf í honum, góð Góð móttaka. móttaka. Já, hann hefur heyrt í okkur. Já, ég er að segja það. Virkilega vel gert og fer svo sjálfur í uppgjöfina.
Flottur leikmaður Kristján. Já. Hann kom með 2 stig í leiknum. Fín uppgjöf. Já, já. Svolítið nálægt. Vel Já, þau gert. gera vel, það er bara kloppa. Miðjan var alveg með Benna, hann náði alveg að halda miðjunni, Já, hoppaði sannfærandi. já, þetta er það sem Filip gerir svo vel. Hann Já. horfir hinum einn, býður sér hvað bolkinn gerir og Akkurat, og sendir Spila hérna svo á áttina. móti, já. Hann veit alveg hvað hann er að gera. Já, Góð móttaka þarna, og vel þetta gerir hann vel. Þetta er það sem að Tóti er góður í. Hann er góður að nýta sér blokkinu. Hann slær Já. blokk út. Vanur því kannski að hafa mikla blokk fyrir fram að sig. Já, algjörlega. Þá er Andri Snær komin í uppgjöf. Já. Sjáum hvað hann gerir. Flott móttaka hjá Gunnar. Gríðilega mikilvægt. Slær út. Nú er mikilvægt fyrir KM að stoppa hann í uppgjöfinni. Já, Reyna að losa sem fyrst. (15-13). Þetta er nýfjamt. Já, já, flott gerir uppgjöf. Gunni vel. Já, Þarna, þarna. þess er ekki út. Hér er ekki 2 mistökur í röð. Nei, Frábær sókn. Og Alexander kom með 5 stig í leiknum. Þá er Matteo komin í uppgjöfina. síðan hann farið jumper. Já, góð uppgjöf. Flott móttaka hjá Já. Malero. Þetta verðist bara Andri auðvelt fyrir þarna, hann. Og hann slæðir út. Ágætist tilraun samt. Já, já. Gaman að sjá hvað Malero er svona, hann er góður í öllu, mér finnst það. Já, einmitt. Þetta tekur mjög auðveldlega á móti þessum bolta. Stuttur Oh. og þarna Sá var erfiður, mjög erfiður. erfiður. Lekur yfir netið. Góð uppgjöf hjá Matteo, hann með sér 10. stig í leiknum. Já. Og 18-13, þetta fer að þyngjast fyrir Þróttarana. Þeir Já. þurfa... Já, já, góð móttaka. Og... Já, vel gott. gert. Og aftur fær hann boltan. Ó, já, vel gert. Gott cover hann hinum einn. Já, Þeir eru ósammála þeir eru KM-menn hérna. ósammála. Vilja Það var fá svona mók. alveg á grásvæði en við áfram heldur leikurinn. Já, og gera vel að klára gert. þetta. Þeir kunna Frábært. vita hvar veikilekkurinn í vörnin er. Algjörlega. Og maður heldur bara að fara að spila hangandi dómarinn Já, flaut, það er bara nákvæmlega. svoleiðis. Það er dómarinn sem dæmir. KM-menn voru svona íla hættir bara. Já, já, þeir eru búin að ákveða. Þeir eru búin að dæma þennan bolta. Nei, Já, einmitt. nei, við höldum bara, þeir halda bara áfram. 14-18. Fyrirliðin komin í uppgjöf. Já. Aðeins úti. Þetta er út. Ná kemur, það fyrir þjálfarinn í uppgjöf. Já. Það er nú ekki viss hvort að hann hefur uppgjöfið eða hvað. Eða kannski að kaupa sér smá tíma. Já. Þess að anda. Mér syns hann vera þjálfarast eitthvað þarna inn á vellinum. Já. Það er mun algengara í kallablækinu að þjálfararnir séu spilandi líka. Já. held ég. Já, fallegu bolti. Malero hamra þannan í golf. Fagnar vel dansandi. Vel gert. Hérna. Já. Greinlega þetta, Colin hefur verið með einhverja skipanir þannig. Já, já. En KM-menn eru að gera tvöfalda skiptingu síns mér. Já. Matteo kemur út af og Draupnir kemur inn á Já. sem auðspilari og Filip kemur út af og í hans stað kemur Hann Gísli. Martin. Já. Gríðarlega efnilegi leikmenn báði tveir. Já, mjög flottir. Já. Maður sem að sér að þeir eru búin að bæta sér mikið í vetur. Algjörlega. Colin er að vinna gott Já. starf með þeim, með góða vinnu. Já. Maður sé bara það er komin svona flottur, ungur hópur, Já. kalla megin, Algjörlega. sem hefur kannski ekki alltaf verið, sko. Nei. Hvað? Lengi á ritaraborðinu? Já. Jæja, kom þetta. Óþarlega margar skiptingar hérna. Já. Álag á þeim. Já. Nei, nei. Flott uppgjöf hjá Ísaki. Já, gerir Draupni vel. Já. Hann er ekkert að flækja þetta. Nei. Fallegu bolti. Það er flott að móttöku frá Gunna. Já. Góð innkoma hérna Mhm. hjá honum.
þurfa Þróttar að fara að stíga. Já, 20-15. Þetta hefur verið mitt netið og Þróttar að fagna því. Taka þessu stígi fagnandi. Já. Og þá er Francisco komin í uppgjöf. Hann er með góður uppgjöfir. Já, fín móttaka. Og Gísli. Gerir Gísli vel. Já, fallegt. Virkilega vel gert í honum. Við spilaði aðeins stutt en hann lætur það ekki að á sig hafa. Nei, hann fer bara hraðar inn í boltann og keyrir á það. Og stifla sig á blað. Kom með 1 stig í leiknum. Og fer svo sjálfur í uppgjöf. Jumper. Fín uppgjöf, já. Gerir vel þarna. Vel Þeir fyrir að sækja hann inn. Góð tilraun. Já. Það þýðir ekkert að gefa neitt öðvöld. Hann er bara að taka smá áhættu og hamra á það en óheppinn slær út. Já. 22-16. Já. Ser rétt út. Já. Malero komin í uppgjöf. Flott uppgjöf hjá honum. Já. Gott hjá Gunnar. Það sem hafi ekki verið viss hvort hann Nei, ætlaði að já, láta bakkið eða þvílíkt blokk. Já, hvað er þetta? Andri Snær, Já, Andri með bara 1 mikilvægt á móti stig. Óskari. Já. Komið 8 stig í leiknum. Já, það er alveg ennþá séns. Þetta er ekki náttúrulega 4 stig, það getur allt gerst. Fín uppgjöf þarna. Já, ansinn álægt netinu. Nei. Ódýrt stig fyrir KM. Já, svekkjandi. Hann ætlaði svo að setja hann þarna yfir, en svona er þetta stundum. Of góðu bolti. Það getur verið erfitt. En jæja, Óskar er komin í uppgjöf. Sjáum hvað hann gerir. Flott uppgjöf. Malero með móttökuna og Yes, ger hann já, vel. vel Já, gert Collins hjá sér þetta. Collin. Og Okay. já. Og hvað gerir Andri? Já. Þetta er hann yfir og Vel gert þarna megin. Collins skilar þessu vel. Já, laumar rétt yfir blokkina. Þá er erfitt að verjast. Þetta KM-unum aðeins 1 stig. Já, Collin kom með 8 stig í leiknum. Já. Flottur leikur hjá honum í kvöld. Mjög. Góð uppgjöf, Tóti með fína móttöku og já, enda þetta á blokk og það er Benni sem að fær blokkinu held ég. Já. Hann allavega fagnar vel og Collin klappar hann á bakið. Já. Hann er KM taka hrinni 2, Já. 25-18. Svona var aðeins ójafnari en Já. svo fyrsta. Mikilvæg hrina fyrir okkar menn hins vegar þessu Ingo Sigur. Já. Og Þróttararnir núna kona með baki upp við vegg. Þeir þurfa Já, að taka vinna næstu næstu 3 ár. Já. Og gullrinu, þannig að þetta er aðeins minni pressa á KM-unum. Já. En hérna sjáum við vá, þetta var reynd. Matteo kom með 10 stig, Collin með 8, Lexi með 6, Óskar og Benedikt, Benni með 4. Svo er það Andri Snær, hann er með 8, Malero með 7, Tóti með 5 og Ísak og Kristján báðir með 2 stig. Þetta er bara ágætt dreifing, finnst mér. Ég er sammála því. Það er spurning hvernig þetta gengur í hinum leikjum. Þú mást að segja að HK-leikurinn, hann var búinn. Já. Jæja, hérna sjáum við tölfræðina. Mistök mótherja, þau eru áfram frekar há. 9 mistök hjá Þrótturunum gegn 7. Þetta er svolítið mikið, finnst mér. Já, einmitt. Og forestan, já, Þróttarar komust mest 1 stigi yfir, en KM komust 7 stigum yfir. Og já, uppgefa mistökin.
já, það eru 4 og 3. Þetta er svolítið, þetta er dýrt í svona leik. Já, einmitt. Einn ás og einn ás, já, þetta er bara, þetta er svona. Já, ég sé hérna leikur Vestra á Aftureldingu hefur einmitt lokið 3-0 fyrir Vestra, þannig að þeir eru komnir áfram. Þeir eru komnir áfram, já, það er aldrei viss. Hérna sjáum við hérna línuritið og það var eiginlega bara rétt í upphafi hinunar sem að Þróttur var eitthvað að halda sér í leiknum og svo eiginlega bara tóku KM við og sigldu bara áfram. Já, það var bara svolítið svo viss. Þeir eru greinilega öfugt við fyrstu hrunar, það sem það var eiginlega akkurat öfugt þar. Akkurat, þar byrjuðu KM sterkari og svo tóku Þróttararnir eiginlega við. Já, einmitt. Svo niður til blakinu, það getur allt gerst. Já. Leikurinn er aldrei búinn fyrir hann að... Hann er búinn. Hann er búinn, já. Það er bara svoleiðis. En þá er komið að 3. hreinu. Já, og kannski ekki, margir kannski ekki hissa á því að deildarmeistararnir Hamrar tóku Álftanes 3-0, ég sá það. Já. Kannski svona frekar auðvelt. Já, fyrirsjáanlegt svona. Með að við gengi Hamars í vetur. Já, þeir eru alltaf með gríðarlega flott lið og... Já, koma sterkt inn í mísunum deildina. Algjörlega. Glænýtt lið en einhver sigur virkilega flottir. Það er Þróttarar sem að hefja leikinn. Já. Og það liðin eru óbreytt. Það eru áfram sumi byrjunarlið. Já, syns mér. KM halda áfram að skipta Gunna og Birki sem líbero eftir því hvort það er móttaka eða vörn. Já, gerir Kristján vel. Byrjar þetta vel með blokk. Ég held að þetta hafi verið Kristján. Kristján, já. Númer 10. Kristján tók þessa. Já. Góð uppgjöf, fín móttaka á Gunna og Óskar Vámaður. Hann hangir í loftinu og bara með eina blokka svolítið. Hamrar hann kross. Já, það þyrfti að vera með 2 blokk til þess að reyna að stöðva þetta. Algjörlega. Virkilega vel gert. Filip kominn í uppgjöfuna. Fín uppgjöf. Já. Vel lagað. Þarna. Vel slegið. Og... Já, þvílík blokk hjá Andra. Þetta var Andri, held ég. Já, númer 19, Andri. Virkilega vel gert hjá honum og hann fagnar svo vel. Já, hann skemmtilegu leikmaður. Gefur líf í leikina. Algjörlega. Mikla tilfinningar hjá honum. Já. Hann er að skila sínu fyrir liðið. Algjörlega. Malero komin í uppgjöfuna. Einn á mótum. Hann gera það vel, KM-menn. Vel gert hjá honum. Það var eiginlega enginn á mót honum en hann laumar honum hana. Já. Fallega yfir. Hann hafði alveg pláss til þess að slá hann vel þarna en ákveður að lauma honum. Ákveður að lauma honum á milli þeirra. Góð uppgjöf hjá Óskari. Já. Já, flott vörð hjá Birki. Og aftur laumar hann. Já, net touch. Hann viðurkennir það, Kristján, og biðst afsökunar. Sjaldan sem maður sér svona mikið netsnertingu. Já, mér finnst þetta eru örugglega 5 eða eitthvað bara í leiknum, sko. Já, þetta er óþarlega mikið. En er Óskar í uppgjöf. Já. Flott uppgjöf í honum, góð móttaka og svo. Já, flott vörð hjá Birki. Já, gott cover og svo... Man sér að... Já, hann slær boltan á leiðinni niður. Blokkin er bara... Já. Hún er á leiðinni niður líka með honum. Já, einmitt. Það nýtti sig það. Fili bara hrindir Benna inn í burtu. Hann á boltatöð og hann hikar ekki við að sparka fólki í burtu. Já. Vel gert þarna. Hann ægilega sér í það stig. Já, mikilvægt stig. Já. Fín móttaka. Og já. Andri gerir þetta vel. Slægir einhvern veginn í Ég held að það bara að vera milli. Já, ég held það.
Já, kemur ný miðja inn hjá þeim. Herði, já, það er Kári Krösfeldur nr. 9 sem að kemur þarna inn. Já. Spurning hvort hann... Nei. Dýrt. Þetta er dýrt. Jæja. Þetta er eiginlega bara mistökin uppgjöf, bara beint í mitt neti. Já, þetta er ekki algengt að maður sjá þetta svona beint í neti. Það frekar þessu út eða í strengin eða eitthvað. Já, en minnst einmitt í kvöld búið að vera bara mikið beint í net. Já, þeir eru greinilega að reyna að pressa á uppgjöfina, en kannski full mikið. Einmitt. Já, og vel. Nei, slæra með hægri. Gott sé að Þróttur að sína engar hendur þarna. Nei, einmitt. Þeir vissu alveg hvað þeir voru að gera. Já. Matti og slæra út. Og 5-4. Þá er hann Andri komin í uppgjöfina. Hvað ætla hann að gera núna? Hann er búinn að reynast kámunum svolítið erfur. Sérstaklega kannski í fyrstu hreinu. Gerir Gunni vel. Þetta er samt sér. Það er alveg rétt. Þetta gerist ekki oft. Nei. Enda hlær Filip bara og eiginlega bara biður hún ásökunar. Já. Núna hef ég fulla trú. Bara þessu. Já, ef það kemur góð móttaka þá reyna þær þetta aftur og laga þetta. Nei, kemur bolti út. Jæja. Það er eitthvað að pirra á hérna gólfinu. Gatið í gólfinu, þeir eru alltaf að slá þetta eitthvað niður. Nú, ok. Sérst greinilega ekki, mér sýnst það ekki sjást á myndavélinu en það er sem sagt svona gat fyrir slagsúlu. Já, það er rétt. Þeir eru kannski að lenda full harkalega á gólfinu og hún poppar upp. Nei. Já, hann er að hanga og bíða. Hann bíður ekkert smá, já. Bara rétt við netið sem hann... Já. Hann er sláur niðurlegu og þeir þurfa greinilega aðeins að bíða eftir honum. Fer svo sjálfur í uppgjöf. Og þetta er út. Gunni kemur inn á í móttökuna. Já, hann er búinn að standa sig mjög vel í dag. Já, virkilega stabíll og flottur. Standa sig vel á móti góðum uppgjöfum hjá Þrótturunum. Stig eftir uppgjöfamistök. Það eru komið 9 mistök á kámunum og 7 hjá Þrótturum. Þetta er ansi dýrt. Já, þetta er svolítið mikið. Það er greinlegt að þeir eru að reyna að pressa á. Já, algjörlega Hanna. Endurtakaði boltann og laga mistökin frá því áðan. Og Alexander kom með 7 stig í leiknum. Collin í uppgjöfuna. Þessi flaut. Heldur betur. Já. Og Kári komin í uppgjöfuna. Já. Nei, þessi fór út. Æjæj. Þetta er bara nokkur uppgjöfur mistök í röð. Já, það er svolítið smitandi. Já, segðu við. Nei, hættu nú alveg. Þetta er nú eiginlega bara orðið leiðilegt, nei. Já. Ætli þessi heitt hérna inni og boltinn fljóti svona mikið eða hvað er hérna máli? Það er spurning. Spurning að þetta er dýrkeypt. Þessi klikkar ekki, fulla trú. Já. Þetta er hann að góða yfir. Glæsileg móttaka hjá Gunna. Já, mikilvægt. Og Óskar skilar þessu. Þegar það er svona góð móttaka þá er bara uppspilarinn getur sent hvert sem er. Já, erfitt fyrir blokkina og ákveða hvert hann ætlar að fara. Skiptir gríðarlega miklu máli. Já, og líka engin tími sem þeir fá eiginlega. Nei. Þú veist, hann spila svo hratt. Algjörlega. Óskar með sitt 7. stig í leiknum. Fín uppgjöf á Filip. Og já, vel gert. Setur hann hana. Auðveldan. Hvað gera þeir? Já, þeir loka vel núna. Stuttur blokk. Þeir bíða og hoppa svo upp og loka á hann. Í staðinn fyrir að sína hendunar algjörlega gríðarlega vel gert. Já. Malero og Kristján, ég veit svo sem ekki í hvor. Já, Malero kannski með hana frekar. Já, ég held það. Já. Og fær svo sjálfur í uppgjöfuna. Já, góð uppgjöf.
Tvíslag. Bossi. Þetta er heldur ekki algeng sjón. Nei, þetta er kannski ekki alveg dagurinn hans Filip. Nei. En En hristi fá bara. mistök samt sem áður. Já. Maður er bara svo óvanur að sjá þetta. Akkurat. Gríðarlega flottur leikmaður. Mjög svo. En Malero heldur áfram í uppgjöfunni og þeir eru búin að jafna 10-10. Flott uppgjöf, Smá góð góður. móttaka og Óskar fær hann aftur. Þetta er bara netið. Hann slæri þetta bara í netið. Það sé eitthvað. Það Ósáttur ræða með þeir boltann. eitthvað- Já, ræða eitthvað saman og finna út því hvað er þetta að laga. Já. Þróttararnir Það er koma bara yfir. næsti bolti. Já, ekki bara fyrsta skipti í leiknum held ég. Í þessari hrínu allavega. Nei, í þessari hreinu segi ég. Já. Já. Gerir Andri vel. Yes. Óskar sér þetta. Óskar sér þetta og hvað gerir Já. Theo? Já, Þróttararnir með, að Fínt. koma. Tóti slæri þetta. Þetta var, Og það munaði litlu. þetta var stann, já. Þetta var ansi tæft. Já. Rétt út. Erfið bolti fyrir Tóta að slá. Já, Þetta er alveg hvað. setja henni í hotnið. Já, 6 metrum eða eitthvað. Já, það er bara að reyna að koma honum yfir. 11-11. Þetta er allt í játnum. Flott uppgjöf hjá Óskari, góð Góð móttaka móttaka á þarna. Tóta. Og þarna, það hafi verið Benni. Já, ég held það. Já, segjum það. Colin las þetta vel. Já, hann stilti blokkina vel af en Já, hann skildi Andra bara eftir. já, Vissi algjörlega. greinlega alveg hvað var að fara að gerast. Lasa gegnum þetta. Mhm. Óskar, góð uppgjöf. Já, fín móttaka Rétt hjá yfir þeim. netstrenginn. Já, vel gert. Og Lár bolti. Vel gert. En Já, hann næri sig geggjað. frábær vörn hjá Birki. Já, ekki smá. Önnur tilraun. Og já, vel gert hjá Tóta. Hann sér að Filip bakkar Já, og nýtir sér það. hann er flinkur í svona boltum. Já. Hann er mjög góður í að lesa leikinn og sjá hvað hann Ekki getur gert. ástæðu laus að hann raðar að sér velunum núna fyrir austan. Nei, einmitt. Íþróttamaður Þróttar og íþróttamaður Úja. Já. Nei, ekki Fjarðabyggðar. Það var Úja Úja allavega. og Þróttar allavega. Já, Gríðarlega flottur. ég held að var ekki Tinna íþróttamaður Fjarðabyggðar. Tinna Rut. Nei, jú, íþróttamaður Fjarðabyggðar. Já. Það er hárrétt. Jú. Þróttararnir er alveg með þetta. Já. Blakararnir er alveg með. Já, nákvæmlega. Nei. Allt og mikið að mistökum uppgjöf. Allt og mikið. Þetta er ansi dýrt. Já, maður veit ekki hvort það er spennustíð eða hitastíð. Já, einmitt. 13-13. Flott uppgjöf hjá Benna, góð móttaka hjá Malero og Andri, já. Gerir vel. Hann gerir það gríðarlega vel. Slær, nýtir sér blokkina og Já. slær út. Góðan snúningaboltan. Og fer svo sjálfur í uppgjöfina. Góð uppgjöf. Já, Þeir fá gratis gratis bolta yfir og og spurning hvað hvað gera gerist. þeir? Herði, þetta er bara fyrsta pæpið. Þetta var inni. já, og gera vel. Hann er virkilega góður í pæpinu. Það er Já, hann fer loksins fá að sjá það núna. einmitt. Fer hann þvílíkum krafti inn í hann. Já, Munar með svo sitt miklu. 9. stig. Finnur eitthvað til í öxlinni sýnist mér. Nei. Þarna tímasett hann sig eitthvað Já. vitlaust. Það er mikilvægt fyrir Þróttarana að fá fleiri stig í röð. Já, Já, að gera káminn skiptingu. Gísli kemur aftur inn á. Já, og fyrir Matteo Já. uppgjöf. Nei, sér út. Það grínast nú með að þetta hafi verið inni en Svona frekar augljóst. frekar auðlaust. Nei. Flott
flott uppgjöf. Gríðarlega góð móttaka hjá Kámanum. Já, og já. Touch. Hann er einn á móti einum, hann gerir Já. þetta gríðarlega vel. Gerir erfitt fyrir vörnina. Já, og rölti svo sjálfur í uppgjöf. Með sitt 9. stig í leiknum. Fín uppgjöf. Já, gerir uppspilarinn vel. Vel gert hjá Malero. Lár bolti en hann bara lokar augunum og slær. Já. Og nær í blokk út. Þróttararnir verður svolítið mikið í þessu að Já. blokka út. Þeir kunna Þeir þetta. hljóta að vera að æfa þetta fyrir austan. Leggja mikið upp því að nýta sér blokkina Já. hjá andstæðingnum. 17-15. Fín uppgjöf hjá Kára. Pressa vel og Filip laumar þessu. Vel gert. Já. Hann Man kom fannst svona pínu eins og Collin væri búinn að ákveða að hann ætlaði að láta Filip lauma. Já, bara sendi bolta nálægt. Já. Og Filip með sína aðra laumu í dag. Já. Þetta er gaman að sjá. Fín móttaka og já, Andri rúlar meður. Hvað gerir Óskar? Já. Gerir það Hann gefur sama. ekkert eftir. Hann bara neglir í blokkina. Staðan á hann jöfn. 7-7. Nei, 17-17. Og Óskar kom með 7 stig í leiknum. Gríðarlega flotti leikmaður. Já, nær þessum upp. Þarna vel gert. Já, Malero slær með vinstri. Hvað gerir Óskar? Já, góð flott vörn. Þarna. Og, Já, ok. nær rettur með yfir, ok. Smá stress. Já, vel gert hjá Óskari. Slær hann línu. Bara slá kross allan leikinn. Já. Vel gert í honum. 8 stig. Nú þurfa Þróttarar að snúa sig við. Já, þeir voru nú komin með góð stjórnarleik nú á hann. Já. 18-17. Alexander uppgjöf. Fín uppgjöf. Já, vel Og það gert. touch í vörninni. Malero með sitt 11. stig. Sterk staða núna hjá Þróttarunum. Öskjularinn er að komin í 1 og komin í uppgjöf. Flott uppgjöf. Já. Ás í hús. Þetta viljum við sjá. Þetta er flott. Og aftur í uppgjöf. Flott uppgjöf hjá honum. Góð Collin móttaka. með góða móttöku og hann er bara óstöðvandi þessa stundina. Já, þetta er smá skorar- flott sér káa. Hvert skipti sem hann snerti boltan. Já. Virkilega vel gert og skora sitt 9. stig í leiknum. (19-19). Flott uppgjöf hjá Filip. Já, vel gert. Þetta lúkkar svo auðvelt fyrir hann. Já, það vantar bara- að svá upp á blokkina hjá káa. Já, Loka henni betur. algjörlega. Þróttararnir nýta sér það bara. Þeir eru ekkert að flækja málið neitt. Þeir hljóta sem- Andri kom með 11 stig. Flott uppgjöf, góð móttaka. Fær hann aftur. Já, Þetta er ekkert Skorar hann. grín. Já, hann er búinn að skora þetta á öllu sem hann... enda raðar Filip boltanum á hann. Hann Já. bara, Ótrúlega flottur leikmaður, Óskar. já, sér að hann er í stuði og bara Já, nýtir sér það. einmitt. Það er akkurat þannig sem að Það virkar. bolti þarna á vellinum. Hvað er boltasækjarinn? Hann er fjarri góðu gamni akkurat núna. Já. Vantar hann eitt boltasækjara? Já. Fela sig bak við tjöldin. Aðeins að hvíla sig. Nei, það hefur farið bolti undir. Hann er að sækja Já, bolta. hann var að sækja bolta undir Hann stúkuna. er metnaðarsamur, hann. Sonur Philips. Já. Já, Æ. réttu dómur. Hárrétt. Þeir mótmælis ekki einu sinni. Nei.
vel gert hjá þeim að laga þetta. Já, fín vörn. Og hvað gerir Collin? Skilar þessu vel, sér að blokkin í rugli og bara setur yfir hana. Laumar boltanum bara yfir. Já. Geta flækja þetta, 10 stig. Vel gert og Þá tekur Þróttur leikli. já, Stöðinu 22-20 fyrir Káa. já. Gonzalo líst ekki alveg á stöðuna. Nei, Það bara núna eða ekki. ekki. Það er bara þannig. Já. Káa búin að skora síðustu 3 stig. Maður er svona pínu að vona að þeir snúi sig við svo við fáum lengri leik. Já, maður er alveg, það væri gaman ef einhver myndi koma og ná gullrinu. Já, Ekki að sjálfsögðu viljum við okkar menn vinni. já, En síðustu stig, það er búið að vera minna minnstök, allavega svona í lokhrinu. Þannig Óskar búinn að vera hérna sterkur. Og Benny og Collin líka. já, mér sýnist Gonzalo hafi verið að leggja mikla áherslu á blokkina. Hann átti að sveifla höndunum Já. mikið í leikliðinu. Það er virkilega gaman að fylgjast með honum Gonzalo. Hann lifir sér svo inn í Leikinn. og hálfpartinn spilar með. Það er Já, alveg það er það. frábært að segja. Hann hermir eftir bara Já, velinn. hann er virkilega metnaðarsamur þjálfari og ég held að þetta sé bara líf hans og yndi. Já. Nei, gerir Collin mistök. Nei, Óskar mistök. Það var alls langt síðan hann sagði það. En Hann gera þeir skiptingu, Þróttarar. Já, Hlöðver kemur inn á fyrir Kristján í uppgjöfinni. Hann er búinn að, Gonzalo kannski, Kristján búinn að klúra nokkrum í röð og skynsamlegt hjá Gonzalo að leyfa honum Hlöðveri að taka uppgjöfina. Já, Hann er virkilega öruggur og flottar uppgjöfur. rosa langar uppgjafir hjá hann. Já, flott þarna. Og hvað gerir Gísli? Nei. Flott hérna sókn hjá Gísla. Virkilega flott sóknastig. Ungur og efnilegur. Já. Já, þarna sjáum við Þróttar að koma inn. Já, Káa hann er gerir gamall skiptingu. Þróttari. Já, Sölvi kemur við inn á glemdum nú honum þegar við töldum upp Þróttarinn á hann. Já, einmitt. Benedikt fyrir út af fyrir Sölva. Já, og Sölvi kemur inn í móttöku. Nei, í Í uppgjöf sig. uppgjöfina, já. Hann er búinn að vera sterkur í uppgjöfunum í vetur. Já, ótrúlega flottur leikmaður. Já, virkilega flottur. Þróttar hafa aðlega hann vel upp. Já, algjörlega. Káa hefnir að fá hann í sitt lið. Já. Góð uppgjöf hjá Sölva. Malero tekur vel á móti. Og Þvílíkt Andri, uppspil. flottu bolti. Sölvi sækir hann. Það er fór gratisbolt yfir. Gott hjá Melur að taka þennan. Og erfiðu bolti nálægt netinu. Vel stillt blokk hjá Káamönnum. Virkilega vel stilt. Ég veit ekki, ég hef myndið segja miðjan hafi tekið þennan. Alexander hafi fyrir með þessa blokk. Já, held ég. Og svo hafi nú gert þetta svona í sammenningu. Já. Það er alltaf erfitt að greina á milli Já. þegar maður sér frá þessu sjónarhóti. Og Þessi var hröð. Fastur en út. Maður sá honum Óheppinn. langaði í ásinn. Já. Hann langaði í seinasta stigið. Algjörlega, það er keppniskap. Já. Jæja, þá kemur Ísak inn á fyrir Usspilaran. Já. Þeir greinlega alltaf sækja sér í blokk hana. Já, þeir ætla að hækka blokkina. Spurning hvernig, þeir ætla að láta það spila upp eða hvort þeir ætla bara ekki að spila upp, bara Atli- klára þetta í blokkinni. Tóti lípur og spil ekki upp og Það er líklegt. það mista líklegt. Nei, Það setur út. Andri setur hann út. Og leikurinn Og- þar með klárar. 25-22 og 3-0 fyrir Káamönnum og þeir þarlegandi komnir í fjærlega úrslit. Já. Frábær frammistaða hjá þeim. Já, þeir stóðu sig mættu til ákveðandi leiks Já. og spiluðu virkilega vel. Ekki það að Þróttararnir spiluðu líka vel, en Já. Svona erfiðari róður fyrir þá. já, það eru leikið erfiðari róður. Já. En þá skoðum við aðeins stíginn í kvöld. Já. Það er svona aðeins að kenna okkur átta hvað þetta er. Já, það sett Matteo var stigahæstur í kvöld með 13 stig og Óskar og Collin þar á eftir með 10, Alexander með 8, Benedikt með 6, gaman að sjá hvað miðurnar eru með mörg stigur í kvöld. Já, mjög flott. Og svo Filip og Gísli báðir með 2. Flott hjá þeim. Svo er það Þróttur, þar eru Malero og Andri Snær báðir með 11 stig, Tóti með 6, Kristján og Francisco með 3 og Ísak með 2. Ekki alveg jafn dreift hjá þeim. Nei. Og svona mjög svipa bara hjá Þrótturunum. Í seinasta leik var með Melero stigahæstur með 13 stiga. Já. Ég er aftur stigastur núna í dag. Hann er búinn að vera atkvæða mikill í vetur. Já. Það er bara þannig.
flottu vetur hjá þrótturunum og Já, þeir geta vel að gríðlega stoltir af sínum árangri í vetur. algjörlega. Þótt að sé auðvitað svekkjandi að tímabilinu ljúki. Já, einmitt. En hérna sjáum við tölfræðina og mér langar nú aðalega að sjá hérna mistök mótherja, já, það er 11 mistök á móti 8 Já, og þar af í hreinu 3. í hreinu 3, já. Já, þetta er bara hreinu 3, þetta er gríðarlega mikið. Og þar af sjáum við uppgjafarnar, það eru 6 uppgjafir, uppgjafa mistök hjá sitt hverju liði. Það eru 12 stig. Þetta er gríðarlega súrt. Það er næstu bara hálf hreina. Svakalegt. En Já. svona er þetta. Það ætlar enginn að gera mistök. Og í heildina, hérna sjáum við heildina. Já, akkurat, það er 13 uppgjafa mistök og 12. Já, þetta er svolítið mikið. Þetta er svakalegt. Mikið mistökum mótherja. Já, 25 á móti 28 mistökum. Það er dýrkeypt, það er bara Já. þannig. En skemmtileg leikur Já, sem við fengum hér í kvöld algjörlega. og skemmtileg úrslit Já, fyrir okkur í KTV. Alls sjálfsögðu. Þannig að við bara þökkum Já. fyrir okkur í kvöld og Já, þið sjáu Já, hérna herðu. línuritt fyrir hreinu 3 en akkurat. Já, hún er einmitt. mjög jöfn. Í rauninni bara alla hreinuna. Svo algjörlega. bara rétt í lokinn stíga þarna aðeins og taka sigurinn. Já, Virkilega vel gert. já, annars þökkum við bara held ég fyrir okkur. Já. Takk Þangað fyrir til næst. kvöldið. Já, þangað til næst.